Ég heilsa ykkur öllum í Jesú nafni og velkomin til þessar athafnar hér í Bústaðakirkju í dag, þar sem kveðjum systur okkar sem komin heim til Drottins og þeir með sálmaskráir í hendum og endilega skulið taka undir í þeim sálmum sem þið þekkið og finna ykkur heima hér. En þar sem þetta kristin athöfn skulið biðja þau að fela Drottni stundina og signa okkur. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og við skulum biðja saman. Drottinn Guð og Faðir allra huggunar, veitt okkur fyrir orð þitt og heilagan anda stöðuga trú, sem við getum sigrað með raunir allar og skilið, að það satt sem þinn elskaði sonur, Jesús Kristur segir, verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn, við biðjum í nafni hans. Amen. Og ég vil gefa ykkur styrkingarorð frá postulunum þar sem hann segir: enginn af okkur lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum við Drottni og ef við deyjum, deyjum við Drottni. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við Drottins. Því að til þess stóð Kristur og var aftur lifandi, að hann skyldi drottna bæði við dauðum og lifandi. Amen.
Og heyrum ennfremur, ekki viljum við systkini láta ykkur ókunnugt þau sem sofnuð eru til þess að þið séu ekki hrygg eins og hin sem hafið ekki von. Því ef við trúum því að Jesús er dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þau sem sofnuð eru. Amen. Og ef á einhvern óskiljanlegan hátt hefur ekki komist messu á sunnudaginn var, þá ætla ég að flytja guðspjall næsta sunnudags, þannig að þið þurfum ekki að mæta í messu þá, fáið 2 fyrir 1 með því að mæta hérna í dag. En við skulum hlýða á guðspjallið og heyra hvað það segir sem við eigum að heyra það í dag. Gerið svo vel að hverfa upp á afturlappirnar, gerið svo vel. Og yfirskriftin slíkra Guðsríkið. Menn færðu börn til Jesú að hann snerti þau en lærisveinarnir átaldu þau. Þegar Jesús sá það, sárnaði honum, hann mælti við þá. Leyfið börnunum að koma til mín og bannið þeim það ekki. Því að slíkra Guðsríkið. Sannlega segi ykkur, hver sem ekki tekur í Guðsríki eins og barn, mun alls ekki inn í það koma. Og Jesú tók þau í faðm, lagði hendur yfir þau og blessaði þau. Þannig hljóðar Guðspjallsins heilu orð, en sælur þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen.
fékk að njóta eins og gulnað blað sem geymir óræð orð, eins og gömul hefð sem búið að brjóta. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Líkt og sumarást sem aldrei náði að blómstra, líkt og trega tár sem geymir falleg bros. Þarna gömul mynd sem sýnir glaðar stundir. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Vonarlandið þínu, eins og æsku þrá sem lifnar við og við. Býr þar sektarkennd sem ennþá nær að særa. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Sem enginn fær að njóta, endar sem gulnað blað geymir óræð orð, eins og gamalt hey sem búið að brjóta. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur Amen. Já, náðsemi okkur og friður frá Guði og föður okkur og drottni Jesú Kristi. Guðspjallið fjallar það að börnin eru skírð. Hluti annað þeirra ritningalesta sem lesin við hvert því að skýrt hjá okkur. Og það hlutur okkar hvers og eins núna á þessari föstu fram að páskum að við látum verða af því að segja okkar niðjum öllum saman frá því hver Jesú hvað hann gerði fyrir okkur. Hann dó á páskum og reis upp á þriðja degi, eins og segir í trúarjátningunni, og muni þaðan kom aftur til að dæma lifendur og dauða, og síðan fór hann upp á uppristudeginum, það er að segja uppsteigingadegi, til himna, og svo heilagsandaháttíðin á hvítasunnudeginum. Þetta ættum við að hafa í huga, sem bænar og íhugunefni í dag, að við látum alla þá sem að við þekkjum, okkar börn, vini, vandamenn og velunara, til að geta fundið það út, að það er okkar hlutverk. Jesú hefur ekki aðra lærisveina heldur en þig og mig til þess að segja öðrum frá. Það getum við haft í huga okkar þegar við hverfum hérðan af þessari athöfn og eftir. En Matthildur Sif Jónsdóttir var dóttir hjónanna Guðrúnar Maríasdóttur
og Jóns Magnússonar. Matthildur giftist Jóhanni Gunnarsinni árið 1971 en þau skildu árið 2021. Börn þeirra eru Rannveig, maki Hilmar Þórðarsson, Arnbjörg Jóna, maki Hallgrímur Már Hallgrímsson og tvíburarnir Anna Guðrún og Gunnar, en Anna Guðrún lést nokkura daga gömul. Barnabörnin eru Klara Rún, Baldur Freyr, Hildur Sif og Arnar Freyr. Langamabörnin eru Embla Rós og Bríet Lilja. Matthildur fæddist í Vogum og Vatnsleysuströnd og fluttist snemma til Reykjavíkur. Þar ólst hún upp og gekk í Melaskólann, síðan í Verslunarskólann, þar sem hún útskrifaðist með verslunarskólapróf. Hún hafði ætíð löngu til að læra meira og sótti margs konar námskeið á vegum stéttarfélagana, sérstaklega tengt áhugamálum hennar skjalastjórnun og trúnaðarmál. Matthildur sinnti fjölbreyttum störfum, meðal annars hjá Tryggingamiðstöðinni, Fiskifélag Íslands og síðar Samvinnutryggingum, sem hún starfaði allt til ársins 1977. Þá helgaði hún sér fjölskyldunni, var húsmóðir heimavinnandi fram til 1991, þegar hún hóf störf í bókasafninu í Flensborg. Þar blómstraði hún enda einstök áhugamanneskja bækur og styðja unga fólki við heimanámið. Eftir það starfaði hún hjá Bernhard bílaumboðinu og síðan hjá Vinnumálastofnun, þar til hún fór á eftirlaun árið 2015. Matthildur og Jóhann, þau hófu búskap í Fellsmúlanum og fluttu svo í Hafnarfjörðinn, fyrst í Klausturhvammin og svo í Keldukvammi. Eftir skilnaðinn bjó Matthildur á Víðavangi og síðan á Sléttuvegi í Reykjavík þar sem hún bjó til æviloka. Ekki Víðavangi, ekki á Víðavangi. Það sem stóð efst í huga Matthildur var fjölskyldan. Hún hefði eflaust viljað hafa alla í stóru húsi og sjálf vera ættmóðurinn í miðjunni. Hún var gjafmild, umhyggjusöm og lagði ómælda vinnu í að gleðja fólki sitt. Gjöfunni fylgdi alltaf handskrefuð kort, oftast löng og ólæsileg fyrir flesta. Eins konar gestaþraut þegar menn voru velta fyrir sig hvað hún væri að skrifa þarna og krafsa í kortin. Barnabörnin og langömmubörnin voru hennar stolt. Hún las með þeim, kynnti þeim fyrir tónlist og bókum og sýndi tómstundu þeirra mikinn áhuga. Hún gaf þeim tíma og hún gaf þeim hlýju. Hver stund með henni skipti máli. Matthildur hafði mikinn áhuga á menningu. Hún elskaði tónlist, bækur og leikhús. Hún var tryggur gestur hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands og valdi sér tónleika fyrir hvert barn eftir þeirra tónlistarsmekk. Hún var sannkölluð grúppi að lúðrasveitar Hafnarfjarðar. Fjölskylda og vinir munu eftir mismunandi stundum þar sem hún sat og hlustaði á tónlist, annarkvort til að fagna eða vinna sig í gegnum daginn. Okkur er minnistætt þegar hún gerði skiptidíl við frænda þar sem þau sömdu að hún myndi hlusta á eitt lag með Metallica og hann myndi hlusta á eitt lag með Patsy Cline sem og þau gerðu. Ekki dugði þetta þó til þess að hún færði sig yfir í þungarokki eða graðistarokki sem að þungarokkismenn hlusta á. Bókaáhuginn færði hún líka til barna sinna á heimilinu, mátti aðeins vera ein af hverjum 3 bókum sem tekin var í bókasafninu, teiknimyndasaga. Og öll fengu bók í skóinn, gjarnan merkt einhverjum dularfullum jólasveini sem enginn hafði heyrt á minnst áður. Matthildur var mikil áhugamanneskja eldamennsku. Hún var stöðugt að prófa nýjar uppskriftir, eldaði alltaf í miklu magni og vel var veitt í kaffibóðum. Stundum með þeim hætti að einn réttur var á hvern gest sem mætti. Barnabörnin fengu sinn sérstaka ömmurétt, hvort sem það voru hakkbollur með osti, kínamatur, kjöt í karrí, dórufiskur, AKA lax eða saltfiskur með frönskum. Og meðlæti var óteljandi, franskar, spagetti, chips, kartöflur, hrísgrjón, allt í einu saman. Vinkonu Matthildar skipuðu stóran hluta lífi hennar. Hún var í góðum hópi æsku vinkvenna sem kallaði sig Kirkjugarðsklúbbinn. Þær heimsóttu kirkjugarða víða um land og meira að segja heimsóttu nokkra í Danmörku. Oft var þetta tengt söguðu tengslum við fólki sem þar hvíldi og að sjálfsögðu fór Matthildur aldrei í slíka ferð án þess að koma með troðfulla nestistösku af nýjum og hefðbundnum réttum. Hún var líka hluti af vinahópnum. Haugnum þar sem að dans, tónlist og ferðalög voru í fyrirrúmi. Ferðirnar í sumarbústaði til Ítalíu og óteljandi samkvæmi
enduðu nánast alltaf á dansgólfinu. Og Matthildur tók að sér DJ eða skífuskrallarinn með gleði að stjórna því. Úr þessum hópi spratt bókaklúbburinn Torfhildur, þar sem eiginkonarnar í Haugnum hittust og sá Matthildur skjalastjóri til þess að rituð væri formleg fundagerð fyrir hvern einasta hitting. Ferðalag skiptu Matthildi miklu máli. Hún talaði sífellt staði sem hún vildi sjá, rifjaði upp ferðir til Ítalíu, tónleikaferð með André Rieu og ótal ferðir til Danmerkur, meðal annars að heimsækja Ranni og fjölskyldum. Hún var þegar farin að skipuleggja Malagaferðina fyrir brúðkaup Klöru Rúnar. Hvað ætti að skoða og hvaða föt skildi taka með, en það skipti fatnað hana ákaflega miklu máli. Eitt af henni helstu áhugamálum var ættfræði. Hún var ótrúlega minnug, vissi allt tengsl fólks og gat gleymt sér tímunum saman við að leita að upplýsingum. Í símtölum, bókasöfnum og hundgömlum skjölum. Hún og frændi hennar fundu til dæmis týnt leiði ömmu hennar á Ísafirði eftir mikla rannsóknir og drógu svo fjölskyldunni sérstaka krossferð til að merkja gröfina. Matthildur var með ástríðu fyrir skjalavörslu, hún geymdi allt, bókstaflega allt. Dæmi það voru símreikningar og skattaframtöl frá 8. áratugnum, allar gerðir heimabanka og tölvupóstar voru prentar út, meðal annars millifærslur af sínum eigin reikningu í sama bankanum. Systkinin höfðu árum saman reynt að fá hana til að fleygja einhverju, en hún var ekki hrifin. Það geti jú allt komið að góðum notum síðar meir. Matthildur var líka afar stolt af störfum sínum sem trúnaðarmaður og formaður foreldrafélags lúðrasveitarinnar. Hún kom að skipulagningu 1000 manna lúðrasveitamóts í Hafnarfirði og heimili breyttist í skipulagsmiðstöð. Hún satt með kaffibollan og síkó, sitt hvor megin, stýrði verkefnum og var ákveðin í einum. Lúðrasveitin skildi taka vel á móti gestunum og það tókst vel og bærilega meira en það. Matthildur var stór og litrík manneskja, hafði sterkar skoðanir, þá sannfæring og heimurinn gengi miklu betur ef allir myndu fylgja hennar skipulagi. Frumatriði. Elskaði lífið sem því fylgdi og Matthildur var stór og litrík manneskja, hafði sterkar skoðanir, þá sannfæringu að heimurinn gengi miklu betur ef allir myndu að fylgja þessu skipulagi sem hún voru að setja til krakkana og allar þá sem voru næst henni. Hún var húmóristi sem elskaði stórt, var umhugað fólk og hafði geysi stórt hjarta. Matthildur elskaði að vera þáttakandi í lífi fólks og upplifa allt það skemmtilega sem lífi hafði upp á að bjóða. Barnabarn Matthildar, Andri Freyr Hallgrímsson, stattur í Noregi og einnig kveðjur frá Hrefnu, Baldri, Ísold og fjölskyldu í Noregi. Þau byrjum góðar kveðjur til okkar hér í dag. Fjölskyldar vonast til þess að sjá sem flesta í síðustu veislum Matthildar hér inni í stafnarheimilinu til hliðar, en þar verða í boði veitingar sem frúnni fannst nauðsynlegt að vera til staðar í öllum góðum kaffiboðum. En þó smá afsökun hér. Þau biðjast fyrirfram afsökun á því hafa ekki lagt vinnu í heimabaka rúgbrauð, kæfu, sultu frá mismunandi árgerðum og aðra þær heimagerða veitingar sem Matthildur bauð reglulega upp á í mismunandi boðum og heimsóknunum. Hugmyndir okkar Matthildi Sif Jónsdóttur eru margvíslegar. Hver og ein minning gefur okkur í huga okkar þakklæti til burtkallara systur okkar sem horfin heim til Drottins. Megi endurleisturinn og frelsari Jesús Kristur veita okkur þá trúar fullvissu fyrir verkun heilags anda að við munum hitta alla þá sem á undan eru okkur gengnir á dómsdegi. Megi svo verða í Jesú nafni. Amen. Og þá höldum bara áfram tónlistinni. Undir háu hamrabelti
Og við skulum biðja saman. Við þökkum þér himneski Drottinn við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyrðu bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa Matthildi Sif Jónsdóttur, systur okkar sem við felum þér hér í dag. Í trú á þig höfðu stigið yfir frá dauðanum til lífsins, styrktu þá sem hér kveðja og veitti þeim leiðsögn á komandi tíma eins og söfnum öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Og sameiginlega skulu biðja öll bænin sem Drottinn hefur kennt okkur og segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og þá skulum við öll rísa á fætur. Það fyrst í skírninni sem við kynnumst frelsar okkar Jesú Kristi þegar við skýrðum í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og þess vegna höfum vel á því að það sé molda við höfðagaflinn til að tengja saman hina fyrstu kveðju Krists til okkar og hina hinstu. En lofast í Guð og Faðir Drottins okkar Jesú Krist sem eftir mikilli miskunnsemi vill endurfæða okkur fyrir lifandi vonar Jesú Krist upp frá dauðum. Jesús segir: Ég upprisan á lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, af jörðu skaltu aftur verða,
Og það sem best af þessu öllu saman, af jörðum myndu aftur upprísa. Drottinn gefur dauðum ró en lík hinn sem lifa. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sín ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sín augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Amen. Og þið megi fá okkur sæti aftur, gerðu svo vel ef viljið. Eða standa. Það sem englarnir syngja sefur þú, sefur í djúpinu væra. Við hinn sem lifum í trú, að ljósið bjarta skæra. Vekið þig með sól að morgni, vekið þig með sól að morgni. Drottinn minn faðir lífsins ljós, lát náð þína skína svo blíða. Minn styrkur þú ert, mín lífsins hrós, takk burt minn myrka kvíða. Þú vekur hana með sól að morgni, þú vekur hana með sól að morgni. Faðir minn, láttu lífsins sól lýsa upp sorgmætt hjarta. Hjá þér ég finn frið og skjól, láttu svo ljósið þitt bjarta. Vekja hana með sól að morgni, vekja hana með sól að morgni. Drottinn minn réttu sorgmæddri sál, svala líknar og slökk þú hjartans harmabál, slít sundur dauðans björn. Svo vaknar hún með sól að morgni, svo vaknar hún með sól að morgni. Farðu í friði, vina mín kær, Faðirinn mun þig geyma, aldur og ævi þú verður mér nær, aldrei ég skal þér gleyma. Svo vöknum við með sól að morgni, svo vaknum við með sól að morgni. Svo vöknum við
þá skulum við rísa aftur og fætur og fá seinni blessun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sín ásjón og lýsa yfir þú og sér þér náðugur. Drottinn upplifti sín auglut yfir þig og gefi þér sem frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Amen. The ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, laying soft upon my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care who
is a fountain that was not made by the hands of men. There is a no sea.